Forsvarsmenn Ölgerðarinnar neita að upplýsa hvaða 90 matvælafyrirtæki keyptu iðnaðarsalt sem fyrirtækið hefur selt í mörg ár. Framleiðandinn segist ekki ábyrgjast að varan sé nothæf í matvæli. Ölgerðin hefur árum saman flutt inn salt frá fyrirtækinu Akzo Nobel. Það framleiðir ýmsar tegundir salts bæði til notkunar í mat og eins til notkunar í iðnaði. Ölgerðin flutti iðnaðarsalt inn sem framleiddur í Danmörku og seldi það til hérlendra matvælaframleiðslufyrirtæki en það er ekki vottað til slíkrar notkunar. Eins og við sögðum frá í gær komst Matvælastofnun að því fyrir fáeinum vikum hvernig pottinn var búið. Samkvæmt innihaldslýsingu er mjög lítill munur reyndar á efnasamsetningu iðnaðarsaltsins og matarsaltsins. Framleiðsluferli matarsaltsins er þó í samræmi við svokallaðan HACCP staðal en iðnaðarsaltsins hins vegar ekki, sagði talsmaður Akzo Nobel þegar fréttastofa náði við hann símasamband í dag. Hann segir að þrátt fyrir gæði iðnaðarsaltsins ábyrgist fyrirtækið ekki að það sé nothæft í matvæli. Iðnaðarsaltið sé notað í ýmsum efnaiðnaði í fatagerð, í dýrafóður, klórframleiðslu og lyfjaframleiðslu. Ölgerðin hefur stöðvað dreifingu á saltinu og sendt bréf til 91 viðskiptavinar þar sem þeim er gerð grein fyrir málinu. Þrátt fyrir ítrekaðar óskir fréttastofu neitar Ölgerðin hins vegar að upplýsa hverjir kaupendurnir voru.